Guðlaug Rakel, forstjóri HSS, þetta eru ánæglega fréttir sem að þú ert í rauninni að flytja hér á ársfundi HSS. Þetta allt í blóma? Já, ég myndi að segja það. Það er bara gengur vel, reksturinn gengur vel og við skiluðum afgangi á síðasta ári. Ég skynjaði að það sé meira traust til stofnunarinnar en það er ekki þar með sagt að við séum komin í mark. Við þurfum að halda áfram og gera enn betur og vinna enn meira með að innleiða stefnun okkar og ná til samfélagsins og ekki síst unga fólksins. Þið settuð fram nýja stefnu HSS á síðasta ári. Já, gerum það sem var unnin með íbúum, stjórnsýslunni og sveitarstjórnunum og náttúrulega sjálfsögðu starfsfólki HSS og ég er alveg sérstaklega stolt af þeirri afurð og nú er það okkar ábyrgð að innleiða og gera það sem við segist að það gera. Mættu með nokkra nýjungar og boðið fleiri? Já, við höfum verið náttúrulega að tala inn í lýðheilsuvísana, sérstaklega varðandi skimun við krabbameinum og við höfum boðið upp á brjóstaskimun á HSS. Við erum að vinna með farsældaráði Suðurnesja og lögreglunni og fleirum hvað varðar einmitt að nálgast ung börn og hvernig við getum byggt upp gott samfélag. Og það er meira framundan og bæði eru að vinna í ímyndinni en hvað er svona, þeir eru búin að ná nokkurum markmiðum, hvað er framundan sem þér liggur mest á? Það er ánægilegt að segja frá því, við erum að fara að opna heilsugæslu í Suðurnesjabæ, bara núna formleg opnun verður núna 4. júní og það er stórglæsileg heilsugæsla, þannig að ég get ekki ímyndað mér annað en að það verður bara biður eftir að fá að starfa þar. Hvernig hefur gengið, nú kemur þú nýr forstjóri í fyrra og hvernig hefur svona gengið þessi vinna með starfsfólkinu ykkar? Gengið mjög vel. Bara það er alltaf einvala lið á HSS og við höfum gert að þannig við erum með starfsmannafundi einu sinni í mánuði, stjórnendafundi og erum svona að opna samskiptin þannig til að tryggja upplýsingaflæði og við munum halda því áfram. Og þið voruð að veita starfsfólki viðurkenningar, voru þetta deildir sem eru búin að skara fram úr eða? Já, það er gaman að segja frá því, við vorum að heiðra 2 hópa, það er að segja annars vegar heimahjúkrun, HSS, sem hefur bara svo eftir því sér tekið, sinnir alveg ótrúlega góðri þjónustu við íbúa hér og það var tekið út niðurstaf frá KPMG, þar sem að heimahjúkrun hér kom hvað best út og hérna á öllu landinu. Og síðan heiðruðum við líka restingaþjónustu spítalans. Við innhýstum restinguna í byrjun, á byrjun árs og það hefur gengið alveg ótrúlega vel. Þannig að eftir því að tekið það er svona allt önnur ásýnd og gleði. Heilsugæslan svona liggur mjög nærri íbúum, svona mjög mörgum. Það er svona nærið vítt yfir þessi þjónusta. Hvernig gengur með hana? Það gengur eiginlega vel með hana. Við þurfum náttúrulega einmitt auðvitað, það er ekkert fullkomið og við, þess vegna er svo gott að fá ábendingar frá íbúum, hvað við getum gert betur og við erum að fara af stað með þjónustukönnun einmitt til þess að fá frá íbúum, hvað getum við gert betur, þannig ég hvet íbúa til að svara könnuninni þegar hún kemur. Og þannig að það er bara margt í pípunum og fleiri nýjungar á borðinu? Já, ég vona það svo sannarlega, við erum alltaf að reyna að bæta okkur og gera betur.